Einar, ja, þetta var hörkuleikur þrátt fyrir að þið klára þetta með 15 stigum. Já, sem gefur náttúrulega ekki rétt að mynda þetta, bara spennandi leikur og bara sveiflur og hérna kannski ólíkt leikjónu sem við spila við þar í vetur hérna, þá hafi þetta verið meiri öfgar í sveiflum þar sem við höfum verið að lenda 10 stigum undir, koma tilbaka og jafnvel aftur 10 stigum undir, en við mista þér aldrei langt frá okkur í dag og leiddu náttúrulega megnið af aðleiknum. Við erum bara hrikalega ánægðir með varnarleikinn, frákastabaráttuna og bara hvernig responduðu þegar þær voru svona að reyna að komast á rönn. Við náðum alltaf að svara ágætlega. Maður svona horfur á statið og það eru frákastir sem klárlega að skilja þessi tvö lið af. Já, ég meina, það er eitthvað sem á að vera okkar styrkur, ef maður ber þessi lið saman. Þetta er náttúrulega, ég hef nú sagt að við menn í umræðinni svona í aðdragandanum að þetta er nú eiginlega eins og ólík lið og hugsa getur á svo marga máta og hérna, já, og það er einn af þáttunum sem að við viljum og teljum að við eigum að vinna og hann er mikilvæg þáttur í leiknum, engin spurning. Það fara með sigur svona í fyrsta leik, er það ekki besta sem maður getur óskað sér í svona serju? Jú, það er þessi klísja með að venda heimavöllin og allt það, það er óþægilegt að tapa fyrsta leiknum og fyrir að fara út í völl og ná í sigur og allt það, en hérna, við vissum að við vorum að fara í stríð, við vissum að við þyrftum að spila á toppframmistöðu til að vinna þetta Keflavíkurlið, hvort sem það væri hér eða á Sunnubrautinni og nú þurfum við bara að recovera og skella okkur aftur í undirbúning fyrir annað stríð sem að verður alveg örugglega erfiðara. Takk fyrir þetta Einar og gangi ykkur vel. Takk fyrir það.